Þá hló marbendill. Einu sinni réri bóndi nokkur til fiskjar og dró marbendill. Bóndi leitaði margra vega máls við hann, en marbendill þagði við og svaraði engu nema því að hann bað bónda að sleppa sig niður aftur, en bóndi vildi það ekki. Síðan hélt bóndi til lands og hafði marbendill með sér. Kemur þá kona hans til hans í fjöruna og fagnar bónda sínum blíðlega. Hann tók því vel. Þá hló marbendill. Því næst kemur til bónda hundur hans og flaðrar upp á hann ofurvinalega, en bóndi slær hundinn. Þá hló marbendill annað sinn. Eftir það heldur bóndi heim til bæjar síns, en á leiðinni dettur hann þúfu og meiðir sig. Bóndi reiðist við og lemur þúfuna alla utan. Þá hló marbendill þriðja sinn. Í hvert sinn marbendill hló, þá spurði bóndi hann að hverju hann hefði þá hlegið, en marbendill þagði æ og svaraði engu. Bóndi hafði nú marbendill hjá sér ár og fékk þó aldrei orð af honum. En að annarri jafnlengt frá því bóndi hafði dregið marbendill þá biður hann bónda að flytja sig til sjóar og hleypa sér niður aftur. Bóndi sagði skildi gera það ef hann segði sér af hverju hann hefði hlegið þrisvar, þá hann flutti hann heim með sér. Marbendill kvaðst það ekki gera mundi fyrir hann hefði flutt sig á sjó fram þangað sem hann hefði dregið sig í fyrstu og létið sig þar niður fara. Bóndi gerir nú svo að hann flytur marbendill á hið sama mið hann hafði hann uppdregið og sem þeir eru þar komnir þá segir marbendill. Hið fyrsta sinn hló ég að því að kona þín fagnaði þér svo blíðlega því hún gerði það af falsi en eigi af elsku og hefur hún fram hjá þér. Annað sinn hló ég að því að þú barðir hund þinn því að hann fagnaði þér af tryggð og einlægni. Hið þriðja sinn hló ég að því þú lamdir þúfuna en peningar eru fólgnir í þúfunni og vissir þú það eigi. Síðan fór marbendill niður en bóndi gróf í þúfuna og fann þar mikið fé og varð hann af því auðugur.